Valgerður, segðu mér aðeins frá Dús safnahúsum og salnum sem við erum stödd í núna. Já, þetta ævintýri byrjaði allt árið 1998. Þá var sú bæjarstjórn sem þá var við völd svo framsýn að þeir keyptu öll þessi gömlu hús sem litu nú ekki vel út, getið sagt þér, á þeim tíma. Og þegar ég er ráðin sem fyrsti menningarfulltrúi þessa bæjarfélags, 1. september árið 2000, þá réttir Ellert mér áætlun sem stendur á að það eigi að taka 8 ár að koma Dús safnahúsum í gang. Það eigi að breyta þessu í menningar- og listamiðstöð bæjarins, geymslur og sýningarhús fyrir byggðasafnið og þetta eigi að taka 8 ár. Og trúðirðu því þá? Já, og það besta var að ég hugsaði, vá, 8 ár, þetta er óendanlega langur tími. En þetta gekk vel og við byrjuðum fyrsta sýningin sem við opnum, sem er einmitt hér, við erum stödd í henni, Bátasafn Gríms Karlssonar eða Bátafloti Gríms Karlssonar. Þetta opnum við á lokadaginn 2002, 11. maí árið 2002 og þá byrjuðum við hér með 59 bátalíkön og síðan hefur þeim farið fjölgandi og við erum núna með tæplega 100 líkön og all flest eftir Grím hér í þessum sal. En síðan var haldið áfram með húsin sjálf og við tökum næsta sal sem er listasalurinn. Við opnum hann 2003 og þann sal hefur Listasafn Reykjanesbæjar haft til umráða. 2004 opnum við Gryfjuna sem er hérna næsti salur við hliðina. Það er sýningarsalur Byggðasafnsins og stundum hefur Listasafnið komið þar inn líka. 2005 opnum við Bíósalinn, þar sem eru svona mismunandi sýningar í gangi, en þá verður líka svolítið hlé. Já. Við sem sagt náðum þessi fyrstu ár að opna 1 sal á ári, en eftir 2005 þá er ekki opnaður nýr salur fyrir en við opnum Bryggjihúsið sem heild árið 2014. Og hvernig stendur á því? Og það má kannski segja vegna þess að þar erum við komin í elsta húsið sem kostaði mest að gera við og gera upp og þetta tók bara sinn tíma. Þannig að þessi 8 ár frá 2000 til 2008 sem fyrsta áætlunin gerði ráð fyrir tók 14 ár. En það má segja líka á móti að það hefur verið vandað til allra verka og verið unnið af heilum hug af öllum sem komu nálægt þessu verkefni, hvort heldur voru starfsmenn bæjarins eða iðnaðarmennirnir sem fengu verkefnin, þannig að þetta er allt saman ofsalega vandað og vel gert. Við erum með 8 sýningarsali allt í allt og núna til dæmis erum við stödd í sal sem Listasafnið hefur yfir að ráða og hér eru aldrei aðrar sýningar heldur en á vegum Listasafnsins. Alveg eins og Byggðasafnið hefur salinn á miðlofti Bryggjihússins algjörlega fyrir sig og þar er aldrei önnur sýning heldur en fasta sýning Byggðasafnsins. Vegna þess að þessi söfn, bæði Listasafn Reykjanesbæjar og Byggðasafn Reykjanesbæjar eru það sem kallast svona viðurkennd söfn sem eru með vottorð frá safnaráði og þar þurfa að sinna tilskyldum verkefnum. En aðrir salir húsins eru svona ýmist á vegum Listasafnsins, sýningar á vegum Listasafnsins eða sýningar á vegum Byggðasafnsins eða sýningar bara á vegum menningarfulltrúans og dúshúsanna sjálfra. Nú erum við stödd í 3. sal dúshúsa. Já, og þennan sal opnuðum við 2004 og Byggðasafnið hefur mjög oft verið með sýningar hér inni, eins og til dæmis núna. Þessi sýning heitir Verndarsvæði í byggð og er samstarfsverkefni okkar allra og gengur út á það að við erum að reyna að fá íbúa bæjarins til þess að svara þeirri spurningu hvort að við viljum að þetta svæði hér í kringum Dús safnahús verði það sem kallast verndarsvæði í byggð. Já. Og það þýðir í rauninni ekki það að megi ekki gera neitt hérna, heldur að við þurfum bara að vanda okkur og velja vel það sem gert er. Kannski svolítið halda í gamla stílinn líka. Við viljum segja söguna hérna á þessu svæði og hafa þetta svona menningarsvæði. Já. Og eins og sjá má að þá er það alveg á hreinu að það er niðurstaða bæjarbúa. Algjörlega. Og hér hafa þeir verið með á veggnum allskyns tillögur hvað þeir vilja sjá hérna á svæðinu. Og allt gengur þetta út á einmitt að reyna að gera þetta þannig að sagan verði svolítið sýnileg.
Nú erum við í elsta bíósal landsins. Já, það má eiginlega segja það. Þetta er sem sagt bíósalurinn sem við köllum þennan sal. Fyrst var þetta nú bara port og síðan var sett þak yfir. Og svo og auðvitað var þetta fiskhús og fiskreitur eins og allt annað sem er á þessu svæði. En í kringum 1930, eða milli 20 og 30, þá er hér bíósalur og bíósýningar. Og þeir segja það að eftir að Fjallakötturinn í Reykjavík brann, þá sé þetta svona formlega elsti bíósalur landsins. Og hér höfum við verið með ýmsar sýningar, Listasafnið hefur oftast verið hér inni með sýningar. Og núna þetta sýning bara úr eign safnsins og sýnir svona náttúru. Þetta er svona svolítið túristavæn sýning. Er túristinn mikið að sækja sýningarnar hérna? Já, upplýsingamiðstöðin er einmitt í næsta sal og þangað koma náttúrulega ferðamennirnir að fá upplýsingar og þá sjá þeir að hér er eitthvað áhugavert og eru kannski tilbúnir að kaupa sig inn. En nálægðin við flugvöllin? Er hún að tekja af? Sko, okkar gestir eru mjög mikið þeir sem eru að koma innan að. Já. Ef það eru einhverjir hópar þá koma þeir yfirleitt innan að, já. En hérna er sem sagt upplýsingamiðstöðin og við erum að opna hér 2014 og þá opnum við allt húsið í einu. Já. Og við byrjuðum á að vera bara hérna þetta var bara sýningarhús. Já. En síðan fengum við upplýsingamiðstöð ferðamála og við erum líka hérna inni með sýningu frá jarðvangnum náttúru Reykjanes og það er okkur mjög mikils virði. Og hvaða sal erum við núna stödd í? Nú erum við komin í stofuna eins og við köllum þetta, eða gestastofu og hér eru ýmsar sýningar og nú er hér sýning frá félagi myndlistarmanna í Reykjanesbæ. Þau voru að klára námskeið, grafíknámskeið og við erum að koma þeim sið á að alltaf minnst einu svona ári fái félagið aðgang að þessum sal til þess að sýna afrakstur námskeiðana. En á undan þeim var kvennakórinn hér með 50 ára afmælissýningu sem Byggðasafnið hjálpaði þeim að setja upp. Þannig að þennan sal erum við að nota fyrir, hann er svolítið svona lokal, þetta er svona fyrir okkar fólk. En hér erum við sem sagt komin á miðloft bryggjuhússins og hér er fasta sýning Byggðasafnsins sem fjallar sögu svæðisins og alveg frá upphafi og fram á síðustu öld. Og hér má til dæmis sjá kort af fornleifarannsókninni okkar út í höfnum. Þar sem þeir komust að því að byggð hér á Suðurnesjum er hafin löngu fyrir landnámstíð. Þannig að hér var fólk í því sem mætti kalla einhvers konar verbúð. Strax á 8. öld. Þannig að... Og hvaðan koma munirnir sem eru hérna á þessari sýningu? Þessi munir koma allir frá Byggðasafninu. Byggðasafni Reykjanesbæjar og þessi sýning hún var sett upp þegar við opnuðum húsin 2014 og er ekki miklum breytingum háð og það kannski sést mjög vel hér, fólk spyr af hverju ekki löngu búið að rífa þessi hús og ástæðan er sú náttúrulega að þetta er svo massífur viður, þetta er svo vel byggt og þetta er svo flott hús. Að sem betur fer að þá datt engum í hug að rífa það. Það má ekki? Nei, og þess vegna eigum við það í dag. Algjörlega. Og svona viðhald á húsinu? Já, það er náttúrulega mjög dýrt að endurgera svona hús og sérstaklega vegna þess að það var ákveðið að gera þetta eins upprunalegt eins og hægt var og nota gamlar aðferðir og annað eins og þið sjáu hér til dæmis. Það er búið að skeyta saman nýjum og gömlum við og reynt að gera þetta þannig að allt það gamla sem hægt var að nota var notað. Sóttu þið einhvern efni við sem var þá eldri kannski eða? Já, þeir voru hér og reyndu að finna allar gamlar spýtur sem fundust á svæðinu. Það voru kannski fáir sem trúðu því að þetta væri einhvers virði þegar frumkvöðlarnir riðu á vaðið og keyptu húsið 1998. En eftir því sem við opnuðum fleiri sali og starfsemin varð meiri, því ánægðari urðu íbúarnir og ég held að engum manni myndi detta í hug annað núna heldur en að bara vera ofsalega ánægðir og stoltir af því sem hefur verið gert. En það er eiginlega ekkert annað hægt? Þetta er alveg frábært, algjörlega frábært.